Það náttúrulega alþekkt aðferð þar sem að stórir aðilar koma sér inn í lítil samfélög til þess að ná sér í auðlindir sem eru kannski jafnvel bara þjóðarauðlindir og það þarf kannski ekki nema að ráða aðallögfræðinginn í bænum, einhvern vel tengdan í íþróttafélaginu, einhver svona dugmikla menn í samfélaginu, þá þeir strax búin að kljúfa jafnvel samfélagið í tvennt. Það er ekki nema að ráða nema kannski 2-3 í vinnu og til þess að fá verðmæti sem eru jafnvel upp á 10 milljarða og það er bara alþekkt og aðferð sem er bara skák sem er sífellt spiluð allstaðar þar sem eru námur, vatnsréttindi, einhver aðrar auðlindir sem að menn vilja ná sér í og þetta er bara skák og leikur sem hefur verið spilaður bara margsinnis, 1000 sinnum allan heim og mér finnst eins og það sé kannski svona það sem er að gerast hér að við erum að stofna í hættu konungi íslensku vatnanna fyrir kannski bara skammtíma ávinning. Já, við erum nú þegar að taka allt of mikla áhættu hvað varðar íslenska laxinn og það er búið að leggja marga firði og marga staði undir og það hníga öll rök að því að taka ekki sénsinn áfram með því að leggja Seyðisfjörð. Hann er náttúruperla, hann er íbúar vilja vernda svæðið og ég hvet fólk til þess að skrifa undir undirskriftalistan sem verður síðan afhentur MAST vegna þess að það á að vernda Seyðisfjörð.